að þá myndi einhverju benda á að það sé aðgreinandi að vera með ákveðna hópa utan kerfisins til að byrja með. Hvernig bregstu við þeirri gagnrýni? Ja, þetta er mjög góð pæling. Okkar reynsla sýnir bara annað og sko hægt og rólega, við tökum sko hérna til þess að vera bara alveg skýr með þetta, þá þessar 12 vikur, þau eru ekki lokuð bara á einhverjum stað í 12 vikur, heldur þau koma, eins og ég nefndi, þau koma inn í listaverkirnar, koma inn í íþróttir, mögulega ensku, mögulega starffræði, þau koma yfir í frímínútum, þau koma í mat, þannig að hægt og rólega blandast þau í staðin fyrir að setja þau bara beint inn í bekk, jafnvel ekkert móttökuviðtal og þú átt að vera með umsjónarkennara og þú skilur ekkert í málinu, umsjónarkennarinn er að taka móti nemanda og hann er kannski með 20 aðra nemendur inn í bekk. Þannig að ég geti ímyndað okkur athyglina sem þessi nemandi fær, einmitt hann þarfnast sem mesta athygli í málinu. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein pæling á pardus.is/ein pæling.